Komið sæl, það mjög ánægilegt að vera hérna í dag og ég hef kinkað kolli og verið sammála öllum ræðumönnum til þessa og þakka Guði fyrir persónuverndarfulltrúa lögreglunnar. Hún fékk mjög hlýja strauma þegar ég hlustaði á Helgu, forstjóra persónuverndar. En það er svona svolítið búið að vera að sýna okkur inn í framtíðina og við erum alltaf ekki komin í óskastöðu lögreglan en við erum samt að gera talsvert. Og mér langar aðeins að nefna það að fyrir nokkrum árum þá fór ég á námskeið í JC Business School sem að hét Digital Mindset eða stafrænt hugarfar, myndi ég þýða það. Og ég fór þangað vegna þess að við vorum með mjög mikla fésbókarnotkun í lögreglunni. Og við erum að fá til dæmis hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fengum við fyrra yfir 25.000 einkaskilaboð sem þýðir beintenging og samtal við borgarana sem við erum að þjóna, sem er ómetanlegt. Og allt sem við heyrðum var það að unga fólki vildi ekki vera á Facebook, það verið hallaristlegt og þar eru ömmur og mömmur og pappar og afar og svo framvegis. Þannig að ég fór raunverulega með það að marki að finna út hvernig ég næði til þessara ungmenna inn í framtíðina. Hvernig get ég náði til þessa mikilvæga hóps okkar viðskiptamanna sem við eigum bæði að vernda og stundum að hafa afskipti af. En komst þá að því að stafræn nálgun er bara svo miklu meira en það að beita einhverju ákveðinni tegund af tækni. Þetta er miklu frekar afstæða til tækni og til þróunarverkefna. Og bara einhvern veginn að fá hugmyndir utanfrá og inn, ekki að við séum að ákveða fyrir okkar kuna heldur að fá utanfrá inn og að vinna saman þvert á allt, bæði einkafyrirtæki, ríkið og síðan háskólasamfélagið og svo framvegis. Hvernig við vinnum saman sem ein heild og ekki í síló og með persónuvernd að sjálfsögðu. Og tæknin þróast svo hratt, til dæmis eitt af það sem ég lærði þarna, að hugverkaréttindin, einhvern tíma var það að menn voru alltaf að vernda sína hugverk, en það er rauninni valla við í dag, því að þróunin er svo hröð, það bara næst ekki. En það hefur verið talsverð þróun hjá lögreglunni undanfarin ár og ég var nú hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu lengi, nýkomin yfir göttuna til ríkislögreglustjóra og þá í starfinu hjá LRH vorum við mjög náin notandanum, náin fólkinu sem við erum að þjóna. Við vorum með talsvert mikið af borgunum bara nánast í fanginu og vorum alltaf að bæta þjónustuna. Og það er hægt að tilkynna ýmis brot rafrænt núna, það er hægt að kæra ýmis brot rafrænt. Það er hægt að sækja rafræn leyfi og skiptast á rafrænum upplýsingum og myndefni á máta sem fullnægir kröfum öryggi og persónuvernd. Til dæmis hægt að bóka tíma á netinu. Ég myndi ykkur bara standa þarna í andirinn á lögreglustöðinni sem að fyrir marga er bara pínu þungt að fara þarna inn og fara að útskýra erindi þar sem að aðrir eru að hlusta. Þannig að bara það geta bóka tíma á netinu, þetta hljómar eins og sé algjörlega sjálfsagt. En þetta þurfti samt að gera og breyta menningu og þróa. Og síðan höfum við líka tekið þátt í þessu stafrænu réttarvörslugáttinu sem var kynnt hér að framan. Og það var mjög áhugavert að ræða það við ákærendur að þeir þurftu að fara að nota fartölvu í sínum störfum og hætta prent út af því að pappírinn hefur náttúrulega bara verið þessi grundvöllur að öllu starfinu. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. En það eru fleiri verkefni í vinnslu sem eru komin talsvert hratt og fyrst langar maður að nefna að gamall draumur minn er að rætast núna bara í næstu viku þar sem að tölvudeildir ríkislögreglustjóraembættisins og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er að fara saman í húsnæði. Þá að því að annar er kannski með öðruvísi yfirsýn og öðruvísi nálgun í alþjóðakerfi og þess háttar að mann hinn er með tenginguna við borgarana og saman geta þessir fáu tölvumenn sem að þjóna svona mörgum gert svo mikið. En við erum búin að hafa það og hólfa það af og fundir geta aldrei komið í staðinn fyrir þessa nálægð og ég bara hef svo mikla trú á því að þegar þetta fólk er komið saman að þá muni hlutinni gerast ennþá hraðar og betur. Og við fengum skýrslu frá Intellecta held í 2015 að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt og það búið að taka okkur allan þennan tíma að koma sér í framkvæmd. Og þetta er nokkur hundruð metrar á milli okkar. Þannig að þá er það aftur menning og svo framvegis. Og auðvitað er þetta náttúrulega betri nýting fjármuna, það sé ekki bakvættir sikkur megin og allt það, en að þess að ríkið það nú að spara til að mæta aðstæðum. Sem gamall skattstjóri þá er ég mjög upptekin af því að við reynum að fara mjög vel með fjármuni ríkissjóðs. Síðan hefur nýtt skiprit tekið gildi hjá ríkislögreglustjóra og þar erum við með nýtt þjónustusvið
af því að við erum ekki valdastofnun, við erum þjónustustofnun. Og þar til dæmis tölvuverið ekki, eða tölvudeild, hún ekki sjálfstæð sem svona kölluð til á einhverjum tímapunkti inn í verkefni, eins og þetta ofta talið. Hvað segja tölvumennirnir þetta? Á meðan fólki sem að reyna að búa til ferlana bara svona einhvern veginn að leita til þeirra varðandi afmarkaða þætti. Upplýsinga miðstöð, þetta heitir upplýsingamiðstöð, mjög metnaðarfullt, en þeir eru alltaf að vinna með upplýsingar. Að hún verður undir þjónustuverðinu sem partur af þróunarferlinu sem segir okkur það að þar mun hlutinni gerast. Þannig að þjónustan og stafræna nálgunin samofin að öllu leyti. Þannig að ég bind mikla vonir við þetta. Umsóknarfresturinn sviðsstjórann rennur út á mánudag, bara svona aðeins að nefna það. Og þetta vísvitandi svona opið stöðuheiti. Af því að markmiðið þetta sé fljótandi, það sé auðvelt að breyta, það sé auðvelt að tengja, hvort sem við gerum það með einhvers konar samstarfsverkefnum eða hvernig sem við gerum það. Síðan eru landamæraskoðun í gegnum farsíma, það í vinnslu og það útboð sem í gangi þar. Og við erum að vinna því að farsímar verði raunhæft tæki fyrir lögreglumenn til að vinna mála og afgreiða mál á staðnum. Og þá getum við afgreitt þetta úti og þá miklu minna inngrip í líf fólks að þurfa ekki að vera að taka það á stöðina til að ganga úr skuggum eitthvað. Þá getum við gert það strax á staðnum. Og nú eru spjaldtölvur í flestum lögregluökutækjum en þarna þetta áframhaldandi þróun og þetta eitthvað sem lögreglumenn hafa kallað eftir í langan tíma og vonandi tekst okkur að koma því í framkvæmd innan ekki svo langs tíma. Og í gær undirritaði ég samning gagnaver fyrir lögreglu og það eru bara mjög mörg verkefni í skoðun, til dæmis hvernig hægt að skoða betur ofbeldi gegn börnum á netinu og þá með tækni sem gerir verkefnið léttbærara og markvissara. Kynning á myndavéljum í lögreglubifreiðar þannig að það sé hægt að lesa bílnúmer og svo framvegis sem við munum að sjálfsögðu bera undir þig, Helga, áður en lengra haldið. Og síðan eitt sem ég mjög spennt fyrir og tel að verði gríðarlega mikilvægt fyrir borgarann og það að búa til gátt inn í lögreglukerfi. Þetta verkefni sem búið að vera í gangi 2 ár og kemur út frá kynferðisbrota áætluninni sem var frábær að gera áætlun það hvernig við ætlum að laga okkar nálgun í kynferðisbrotum og það fylgdi þessu peningar, það fylgdi þessu tímasett áætlun, frábært starf hjá dómsmálaráðuneytinu. Og við höfum bara verið að pikka upp eitt og eitt atriði og þarna þá átt þú að geta farið inn og skoðað ef þú kærir kynferðisbrot. Þá átt að geta skoðað hvað málið statt. Og það sem meira þú átt að geta séð ekki hvað þitt mál, þú getur ekki fengið loka dagsetningu að sé búið á þessum tíma. En þú getur séð hvernig svona sambærileg mál, hvað þau hafa tekið langan tíma í kerfinu. Þannig í staðan fyrir að sitja heima og bíða eftir að það komi bréf inn lúguna sem jafnvel illskiljanlegt eftir ár, að þá getur þau fylgst með. Og þú getur nokkurn veginn gert þér í hugalund hvað þú mátt, eftir hverju hvað mátt bíða lengi. Ég held að þetta verði alveg ofboðsleg bylting fyrir þolendur, að þeir eru loksins komnir með eitthvað í hendurnar að geta leita sjálfur, þurfa ekki að vera að hringja, vísa á milli fólks og fá engin svör. Þannig að ég persónulega mun fagna þessu mjög þegar þetta er komið. Svo annað verkefni sem ótrúlega spennandi, sem að í rauninni allt sem þið voru að tala um í dag, allt sem fólk búið að tala um, eins og að aðgengi fyrir borgarann, fyrir fólki sem erum að þjóna, að það sé ekki bara endalaust af síðum og endalaust af stöðum þar sem þú getur leitað. Til dæmis þegar við erum að horfa á heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi, þá búa til stað sem heitir Bjarkarhlíð, sem þið eigið náttúrulega öll að þekkja, og það staður sem þú átt að geta farið inn og fengið alla þjónustu á einum stað. En síðan ætlar að skoða rafrænu nálgunina á Bjarg, hvað ætlar að leita hjálpar, afla upplýsinga, allt þetta frábæra efni sem til, fullt af myndefni sem hægt að nota til kennslu, eitthvað sem hjálpar fólki og krökkum og öllum sem við eigum að þjóna ótrúlega vel, að þá þetta út allt. Þannig að við erum að fara að búa til einn stað, þar sem allt efnið og hægt að vísa áfram. Og þar vonandi sjáum við fyrir okkur snjallmenni og app og allskyns hluti og hún Magga Dóra í Mennsk að vinna þetta. Hún alltaf bara snillingur þessi kona og fyrir ykkur skipuleggjendur Stafræns Íslands þá legg ég hér með til á næsta ári verði Magga Dóra fengin til að lýsa þessu verkefni. En ég held að þetta verði algjör bylting. Þannig að ef við horfum á 1.2
að í kringum 60% af verkefnum 112 fara beint til lögreglu. En það getur líka farið til slökkviliðs, það getur verið sjúkraflutningar, það getur líka verið vísun á 1717 sem hjálpar börnum og ungmennum og svo framvegis. Og þarna í rauninni erum við að lækka svolítið þröskuldin. Við erum að horfa á fólk sem að til dæmis fatlað fólk, við erum að horfa á aldrei fólk sem býr við ofbeldi, við erum að horfa á alls kyns hópa sem eru í viðkvæmri stöðu og sá sem að búa til þetta forrit, eða þessa tæknilausn, að tala við alla þessa hópa. Að nálgast þessa hópa á þeirra forsendum. Utan frá og inn. Ekki þannig að við setjum og segjum, já, hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum við að bjóða þetta. Við erum að hlusta á þennan mikilvæga hóp og þróa þjónustuna í samræmi við það samtal. Og við erum ekki að finna upp eitthvað nýtt. Það sem einhver kemur og keyrir út á stað, svo skiptir viðkomandi einhvern vettvang eftir 2-3 ár eða það dettur út fjárveiting og þá bara lippast þetta niður og verður einhver minning einhver staðar á netinu af því að neti gleymir náttúrulega einhver eins og við vitum. En þarna erum við að byggja upp lausn sem nú þegar komin. Þannig að sumir, þeir hafa ekki samband við 112 nema það sé bara mjög mikið að. En ættu kannski að gera það fyrr, leita sér fyrr hjálpar. Þannig að bæði ætlum við að hafa þetta sem upplýsingahöfn og líka þannig að þetta sé gagnvirkt. Þannig að ég bind mjög mikla vonir, ég held að þetta verði mikil réttabót fyrir fólk að hafa þennan aðgang og þau eru að gera alveg frábæra hluti. Ég vildi ekki sagt frá því öllu hér, þessi verður sem sagt fyrsta típan á að vera tilbúinu meðan október og þetta partur af verkefni sem að ríkisstjórnin fjármagnaði, setti á stað peninga til þess að hlúa að viðkvæmum hópum í tengslu við COVID og fullt af hlutum sem verið að gera og sérstaklega þá dómsmálaráðherra og barnamálaráðherra. Þannig að við erum að fókusera meðlans á þennan og þess að búið að vera rauninni segja börnum að 112 sé barnanúmer, þau að leita sér aðstoðar þar, þannig að við erum aftur að styrkja það. Og þegar ég var lögreglustjóri þá fór ég ofta á leikskóla og allir krakkarnir, bara niður í 2 ára nánast, þekktu 112. Þannig að ég held að við erum ennþá meira að gera þá þessum brandi hærra undir höfði og gera þannig að það nái til miklu fleiri. Já, en það semst eru teljandi möguleikar fyrir okkur til að þjóna fólki betur og við munum fara varlega og við erum ekki í óskastöðu en við erum samt komin vel á veg en það svo miklu möguleikar fyrir lögreglu til að mæta okkar þegnum. Þannig að við bindum mikla vona við strauminn og bara svo margt sem í gangi núna, spennandi verkefni. Þannig að við sem satt hjá lögreglunni hlökkum áfram til áframhaldandi stafrænnar vegferðar og óskum eftir samstarfi við alla sem hafa gott til málin að leggja og vilja bæta þjónustu lögreglu við samfélagið. Við getum þetta ekki án ykkar og saman búum við til betra og öruggara samfélag. Takk. Takk fyrir Sigríður, glæsilegt. Ef það einspurning, hvaða verkefni það sem að þú ert spenntust fyrir í stafvæðingu innan lögreglunnar? Það 112 verkefnið, af því ég held að þá séum við að ná til hóp sem að annars hefði ekki leitað til okkar þótt hann þyrfti á því að halda. Og við erum að setja okkur inn í þeirra aðstæður og búa til möguleika á að þau nýti sér alla þá þjónustu sem í boði Þannig að fullt af samtökum sem að bjóða alls kyns þjónustu sem fólk kannski veit ekki af. En akkurat myndi auðvelda þeim lífið verulega. Þannig að ég hef mjög mikla trú á þessu. Ég held að þetta verði eitthvað sem að mun nýtast okkur öllum. 1, 2. Nákvæmlega. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Takk.